Kynþroskinn hluti af því að verða fullorðinn. Líkaminn að búa sig undir að geta búið til börn og heilinn í okkur að þroskast og hormónabúskapurinn, þar að segja hormónin sem stór hluti af því sem gerir okkur að því fólki sem við eru að breytast í átt að því sem hjá fullorðnum. Þessar hormónabreytingar hafa mismunandi áhrif á fólk. Þær gerast stundum pínu í stökkum, þar að segja miklar breytingar kannski í nokkra vikur og svo koma nokkra vikur eða mánuði sem lítil breyting. Hjá öðrum gerist þetta meira jafnt og þétt. Það mjög einstaklingsbundi hversu mikið við finnum fyrir þessum hormónabreytingum en það mjög algengt að unglingar upplifi skapsveiflur, eigi erfiðara með að skynja umhverfið sitt, geta lent í áraksturum í samskiptum við foreldra sína, vini og aðra og það sé nú ekkert algengt í sjálfu sér. Það eru breyttar svefnvenjur, unglingar þurfa að sofa lengur en þeir halda en út af hormónasveiflunum og breytingunum þá eiga þeir oft erfiðara með að sofna. Þannig að þetta alls konar áskoranir í þessu og það í raun ekkert einhver ein leið til þess að bregðast við því heldur reyna að fá aðstoð ef þetta að trufla mann mjög mikið hjá foreldrum, hjá heilsugæslu, skólahjúkrunarfræðingi, kennurum, námsráðgjöfum í skólum, bara hverjum sem við treystum sem hefur meiri þekkingu á þessu heldur en þið hafið. Yfirleitt verða stelpur kynþroska á bilinu 10 til 13 ára, það getur gerst fyrr, það getur gerst seinna. En þá myndast hárvöxtur við kynfærin og í handakrikkum. Ástæðan fyrir þessum hárvexti í raun hreinlæti. Þetta leið líkamanns til þess að koma óhreinindum frá þessum svæðum. Brjóstin stækka til þess að brjóstin geti farið að framleiða mjólk ef að konur verða ófrískar. Mjaðmirnar stækka, mjög einföld ástæða fyrir það það til þess að börnin komist út. Því að ef að strákur væri með leg og ætlaði að fara að eignast barn með mjaðmir kallmanns, þá gatið á milli fótana í gegnum mjaðmagrindina, það bara lítið. Hausinn kemst ekki út. Strákar verða yfirleitt kynþroska seinna en stelpur, það að segja á árunum 12 til 15 ára. Strákar geta alveg orðið kynþroska fyrr og líka síðar en þetta. En þeir byrja í múndum, þá fer röddin stundum að svona bresta og verða skrítin. Þetta vegna þess að strákar almennt með, eða karlmenn með stærra barkakýli en stelpur og það getur stækkað mjög hratt. Og þegar það stækkar, þá breytist röddin. Af því að í barkakýlinu eru raddbönd sem eru svona himnur sem að titra þegar við tölum og þegar þær himnur stækka hratt, að þá kunnum við ekki alveg að beita. Þetta svolítið eins og vera búin að æfa sig á einhverja flautu og svo allt í einu bara breytt flautunni. Og þá tekur það með tíma að læra á hann upp á nýtt. Og þetta ekki alveg bara að læra á heldur að hafa fulla stjórn á þessum litlu vöðvum sem að stýra þessu og þeir að teyjast og togast líka, þannig að það alveg flókið að ná stjórn á röddinni hjá sér á þessum tíma. En það misjafnt hvað þetta mikið hjá strákum. Síðan byrjar hárvöxtur við kynfæri og í handakrikkum eins og hjá stelpum af sömu ástæðum og það byrjar að vaxa skegg hjá strákum. Mjög einstaklingsbundi hvenar strákum byrjar að vaxa skegg og nákvæmlega hvar það byrjar, oft hérna á efri vörinni eða hérna í vöngunum. En það tekur stráka mörg ár, jafnvel 10 ára eða meira í að fá svona það sem við köllum fullan skeggvöxt. Þegar við förum að velta því fyrir okkur hvað kynlíf, þá það ekkert mjög einfalt. Í stuttumáli kynlíf allt sem fólk fær kynferðislega örvun við að gera og sátt við að gera. Koss getur verið kynlíf eða ekki. Þegar ég kissi eitthvað bara sem ég hitti mammu mína eða eitthvað og kissa hana á kinnina, það ekki kynlíf. En kossar geta alveg verið hluti af kynlífi. Snerting getur alveg verið kynlíf ef að fólk að snerta kynfæri hvers annars. Það miklu meira kynlíf heldur en bara samfærir. Þannig að það sem skiptir öllu máli og sé sagt mjög skýrt leið og einhver ósáttur við það sem að gerast, þá þetta ekki kynlíf. Þá þetta orðið ofbeldi
og þá mjög stutt í að við séum að fara að tala nauðganir eða eitthvað þaðan að vera. Þannig að við þurfum að vera klár á því ef við erum að gera eitthvað í þessa áttina að hinn aðilinn sé fyllilega sáttur við hvað að gerast og við séum sjálf sátt við hvað að gerast. Og það bara fullkomlega eðlilegt að unglingar séu forvitnir kynlíf og hluti þessu tengd. En það þýðir ekki að það séu allir tilbúnir í hvað sem hvenær sem Og við þurfum að bera virðingu fyrir því, en fyrst og fremst þurfum við að bera virðingu fyrir okkur sjálfum, setja mörk, vera skýr í hvað við viljum og hvað við viljum ekki. Og það að vilja byrja á einhverju en skipta á svona skoðun og vilja hætta því, það allt í lagi. Og í raun mjög mikilvægt að vita að það má segja stopp, nei, ég vil ekki meir. Og þá þarf að verða